Þá segi ég 22. fund sveitarstjórnar Rangárþings Ytra settan og býð ykkur velkomin til fundar. Það fyrirliggjandi dagskrá. Það tillaga að við bætist liður 3. Fundargerð vinnuhóps skipulag í landmannalögum og aðrir liðir færist til í samræmi við það. Enginn athugasemd við það. Það samþykkt samhljóða. En áður en við göngum til dagskrá þá ætlar sveitarstjóri að fara yfir helstu mál sem að hafa komið á borð á milli funda. Gjörðu svo vel, Ágúst. Já, oddviti. Það nú það sem nú mest áberandi, þetta telja það upp bara, það auðvitað endurskoðunar skipulagsins sem að auðvitað stórt og mikið verkefni sem að og margar hliðar á og þarf að hafa sinn framgang. Og nú síðan vil ég nefna Lund, það hefur svona svolítið reynt á að komið sveitarfélagana í því, við höfum svona komið meira að því núna, bara til að reyna að hjálpa til og hérna varðandi svona þennan seinni helming í þessari byggingu sem þá að skríða af stað vonandi núna á næstunni og það hefur verið fundað svolítið þar og eins við áttum við Nanna sveitarstjóri Ásárhreppi fund með þeim hönnuðum sem að störfuðu við þetta á THG og til að bara skerpa á málum og var bara mjög gagnlegt og ég vona að það hafi verið til gagns í þessu spennandi verkefni. Nú síðan auðvitað landmannalögar og þetta náttúrulega sumt af þessu ég að nefna auðvitað bara á þessu fundi til umfjöllunar. Landmannalöga verkefni, það að segja skipulagsmálin auðvitað svona sífellt í gangi. Nú brúin yfir Þverá, þar við búin að vera fengum við verkfræðinga vegagerðirnar hingað austur og vorum að skoða með mögulegt brúarstæð og hvernig væri hægt að vinna úr málinu. Hvaða leiðir hægt að fara til að útfæra þetta þannig að það sé hægt að gera þetta með þessum ódýra hætti sem gert ráð fyrir. Og þá var menn kannski mesta spöglur í hvort það sé hægt að stytta brúna og þannig að hafa þetta þannig, gera þetta ódýrara þannig. Þannig að það í gangi. Nú síðan vil ég nefna vatnsveituna, þessar rannsóknir sem verið að gera upp við Kerauga. Það mjög mikilvægt varðandi vatnsverndarsvæði þar og framtíðar vatnstöku okkar þar í þeim ótrúlega auðugu lindum sem eru eftir þessi sérfræðingar segja okkur ekkert minni lindir heldur en bara Gvendarbrunnar í Reykjavík og þannig að þar eru rannsóknir í gangi núna, fyrirlegna greiningar og að skoða hvernig rennsli þarna undir neðanjarðar. Nú síðan vil ég nefna sparkvellina sem að því að kannski sé þessi umræða svona endur vakin dálítið, þar að segja nýjar upplýsingar þetta og það má segja öll sveitarfélög landsins eða þeir sem að reka þessa gervigrasvelli eru bara á fullu að reyna að finna lausnir á þessu og við erum í því og erum bara á fullu að reyna að finna hvað hægt að gera. Því að það þarf auðvitað að sú lausn sem er þá valin á þessu til framtíðar, hún þarf líka að virka og það aðeins misvísandi bara upplýsingar það, hvað á að gera. Þannig að við bæði fylgjumst með því sem aðrir að gera og síðan erum við bara í samráði við sveitarfélögin í kring að leita eftir lausnum á þessu. Þannig að þetta bara alvöru mál sem þarf að finna lausn á í rauninni. Því ekki viljum við loka þessum sparkvöllum, það náttúrulega alveg hræðilegt. Þá erum að reyna að hafa leikvöllin í lagi fyrir börnin okkar. Nú það hafa verið fundir með eldri borgurum, öldungaráð svo kallað, átti hér fund og
þar eru menn að velta fyrir sér þessum bara samskiptum milli sveitarstjórna á svæðinu og félags eldri borgara. Hvernig hægt að hafa það sem best samskipti og hvernig virkar þetta best? Það virkar alltaf bara mjög vel og allir ánægðir með þetta samstarf og við vitum það að félag eldri borgara hefur lýst yfir að við séum að standa okkur bara vel hér slóðir í stuðningi við eldri borgara. En það svona þessi tenging við sveitarfélögin, hvernig þeir eiga að vera og ég held reyndar að við skipuðum starfsmann sveitarfélagsins sem tengilið og ég held að það sé bara akkurat eins og þetta á að vera. Ég held að það sé þá bein tenging við þennan hóp og ég held bara að menn sé bara ásáttir það sjálfur sér. Svo kannski bara svona af starfsmannamálum að þá er ég að fara af stað með árleg starfsmannaviðtöl núna þessa daga og sem að hugmyndin var að klára núna í mars, fleira ekki. Takk fyrir þetta, Ágúst. Þá göngum við til dagskrár. Það er fyrsti liður, byggðarráð Rangárþings ytra, 19. fundur. Lagt er til að fundargerðin verði staðfest. Þeir sem ekki geta staðfest hana gefið merki staðfest samhljóða og liður 2, skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra, 91. fundur, vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. 2.1. Nefsholt. 2. Landskipti. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við áformuð landskipti. Í það tillaga með sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Og ef það er eitthvað sem vilji ræða í skipulags- og umferðarnefnd þá stoppið mig af annars líki yfir þetta með hefðbundnum hætti. Það er 2.2. Snjallsteinshöfði, umsókn stofnun lóðar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við stofnun lóðarinnar. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.3. Stúfholt 2, Austurbær, stofnun nýrrar lóðar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við stofnun lóðarinnar og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.4. Endurskoðun aðalskipulags. Farið var yfir helstu liði og lögð fram drög að skipulagslýsingu, helstu áherslur ræddar. Vinnufundur skipulagsnefndar er áformaður 4. apríl næstkomandi klukkan 9:00. Og þetta er tilkynningar. 2.5. Heysholt, breyting á deiliskipulagi. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga með sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.6. Skipulagssunnan Suðurlandsvegar. Skipulagsnefnd samþykkir lýsinguna með þeirri breytingu að athafna- og iðnaðarsvæði verði einnig gert að þjónustusvæði og leggur til að lýsingin skuli kynnt Skipulagsstofnun, umsagnaraðilum og almenningi samkvæmt 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga með sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.7. Lyngás, breyting á deiliskipulagi vegna byggingarlóða á opnu svæði. Skipulagsnefnd telur að útreikningar á hljóðvist skulu liggja fyrir. Þar sem útreikningur hefur ekki borist frá framkvæmdaraðila leggur nefndin til að afgreiðslu verði frestað þar til að sýnt hefur verið fram á að hljóðvistarkröfum sé uppfyllt. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.8. Hallsbrún, landnúmer 2039/7 deiliskipulag. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu.
Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.9. Neðrasel 1D deiliskipulag. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.10. Sel 2024-01 deiliskipulag. Skipulagsnefnd telur að tillagan hafi verið uppfærð með tilliti til framkominna athugasemda og að ekki sé ástæða til frekari meðferðar. Skipulagsnefnd samþykkir því tillögun og leggur til að hún verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.11. Strútslaug deiliskipulag. Skipulagsnefnd samþykkir tillögun og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt verði tillagan send sveitarstjórn Skaftárhrepps til umsagnar. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.12. 15.08.040 Múli í Landsveit deiliskipulag. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.13. Landsskipulagsstefna 2015-2026 lögð fram til kynningar. 2.14. Haukadalur 2091-10 deiliskipulag. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til deiliskipulagsgerðar. Nefndin telur að tillagan samræmist stefnu aðalskipulagsins og því sé ekki þörf á lýsingu. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.15. Öldur 3 breyting á deiliskipulagi vegna lóðar undir Spennistöð. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til deiliskipulagsgerðar. Nefndin telur að tillagan samræmist stefnu aðalskipulagsins og því sé ekki þörf á lýsingu. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.16. Bula breyting á deiliskipulagi. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytinga á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingin víkur að engu leyti frá notkun, nýtingarhlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis. Þar sem breytingin varðar ekki aðra en umsækjendur og sveitarfélagi telur nefndin að ekki sé þörf á grenndarkynni. Nefndin samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði að farið verði málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. 2.17. Hellurvað 2 Nes Vatnsvend. Skipulagsnefnd leggur til að umræddar breytingar verði gerðar á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.18. Breiðvangur 23 byggingaleyfi stækkun bílgeymslu. Skipulagsnefnd leggur til að áform umsækjenda verði grenndarkynnt samkvæmt grein 592 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Nefndin telur hagsmunaaðila vera íbúa nærliggjandi lóða í götunni, Freyvangi 19, 20, 21, 22 og 24. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.19. Landsnet endurnýjun strengs við Árbæjarveg. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði leyfi til umræddra framkvæmdar með skilyrði að lagnaleið liggi meðfram Árbæjarvegi og Suðurlandsvegi og þaðan að tengivirki. Það er tillaga
að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. 2.20 breyting á skipulagslögum 123/2010 lagt fram til kynningar. Hún hljóðaði það og undir þetta bókast alla liðir samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 3, vinnuhópur framtíðarskipulag landmannalega, 5. fundur, vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar. 3.1 skipulag í landmannalaugum og Ferðafélag Íslands. Lögð fram samantekt með áhersluatriðum gagnvart núverandi starfsemi í landmannalaugum sem taka þarf afstöðu til. Eftir gagnlegar umræður þá skulum við nú fara í þetta mál. Ágúst, vilt þú ekki aðeins kynna þetta léttlega? Jú, ég get gert það. Það sem sé var fundur í þessu vinnuhópi í gær og rauninni 2 mál á dagskrá. Og þessi fundargerð auðvitað fer náttúrulega til skipulags- og umferðarnefndar í rauninni, þetta er eiginlega undirnefnd hennar. En ástæðan fyrir því að þetta kemur hérna til dagskrár er í rauninni liður 2 sem var ræddur í gær og það er þessi atriði sem snúa núverandi bara starfsemi í landsmannalaugum sem er nauðsynlegt fyrir vinnuhópinn að taka ákveðna afstöðu til á þessum tímapunkti í skipulagsvinnunni bara til þess að geta unnið málið áfram. Og þess vegna er þetta hérna til kynningar til að við sjáum þetta strax hérna sveitarstjórnin því að við þurfum síðan auðvitað þegar framlíða stundir að taka afstöðu til skipulagsins í heild og bara eins og lög og reglur gera ráð fyrir en síðan er það þannig að þeir sem eru þeir sem eru með okkur í þessum hóp eru þetta hérna frá forsætisráðuneyti og frá Umhverfisstofnun, frá Samtökum ferðaþjónustunnar og síðan frá Ferðafélag Íslands sem er svo aðili sem hefur byggt þarna upp aðstöðu gennum tíðina og er í rauninni eigandi að þessum húsum flestum þessar aðstöðu. Þannig að þetta varðar þá heilmikið. Þeir eru með sinn fund, svo þetta sé nú bara allt sagt, þeir eru með sinn fund, aðalfund núna 17. mars og vilja þá geta bara kynnt stöðu málana í þessu og þar sem að það er engin sveitarstjórnarfundur hjá okkur fyrir nefnum bara í dag og síðan er þessi fundur þeirra þá var eiginlega nauðsynlegt að kynna þetta hérna og ég vil bara segja þá í þennan hóp að þetta gengur vel og það er bara samstaða í þessu. Það var eins og þið munið á sín tíma svona núningur heilmikill við sérstaklega Ferðafélag Íslands. Ferðafélag var með allt aðra hugmyndir hvað ég ætti að í rauninni byggja þarna upp til framtíðar. En þeir hafa síðan bara skoðað þetta mál aftur og eru bara með í liði og vilja bara fara þessa leið en vilja árétta með þessi atriði þarna, þessi bara þá tekin afstæða til þess í vinnuhópnum og það eru þessi atriði sem þannig eru. Þetta er svona stefnumarkandi fyrir vinnuhópinn í rauninni og þá tillaga hér í rauninni bara við lýsum yfir velþóknun með þessa vinnu og bara í hvað þeim og við ánægjum með það í hvaða takti þetta er að gerast. Það eru hagsmunir sveitarfélags okkar að þetta haldi áfram í þessum góða takti sem það er í núna að mínu viti. Takk fyrir þetta. Sko ég má aðeins bæta við að sko þetta grundvallast allt á þessari vinnustillögu, þessu tillöguferli sem við fórum í og svo fengum við hérna nokkra tillögur og það er valin í þessi frábæra vinningstillaga sem allir voru á einu máli að vinna eftir og það skyldi verða leiðarljósið í þessu og það má segja það að við erum núna svona komin í takt að vinna öll saman samkvæmt henni. Þetta er auðvitað heilmikið flókið og erfitt mál. Ferðafélagið er búið að vera þarna
innfrá auðvitað dóminerandi með langmesta starfsemi inn á landmannlega svæðinu og þessi starfsemi ferðafélaginu ákaflega þýðingarmikil og þetta er svona kannski einn stærsti og öflugasti þátturinn í þeirra starfi inn á Hollendinu og þá bara eðlilegt að þeir gæti hagsmuna sinna og vilji hugsa sinn gang vel að það sé ekki eitthvað gert í hlutverni og þeir hafa auðvitað velt þessu fyrir sér með ýmsum hugmyndum og það hefur ekki alltaf verið alveg ásátt í hópnum með það í hvað átt á að fara en við erum auðvitað að reyna eins og við frekast getum og viljum taka tillit til ferðafélagsins þannig að það lendi ekki einhverjum ógöngum með sinn rekstur. Við viljum auðvitað að það bara gangi vel hjá þeim og blómlegt og fleiri getur komið að þessu og leiðarljósið auðvitað síðan alltaf undirliggjandi að svæðið, þessi einstaka náttúra sem þarna verði ekki fyrir miklum ágangi af þessu miklu heimsóknum sem að þangað og við viljum að heimsóknirnar og nýta svæðið til þessara ferðamennsku og Íslendingar geti notið þess að vera þarna í sátt og samlyndi við náttúruna og alla sem eru þannig þessi. Það í raun og veru leiðarljósið og það má segja að þetta sé svona aðeins vendipunkturinn í því að núna eru skipulagsaðilarnir sem voru með verðlaunatillöguna að fara að þróa hana og leggja hana út þannig að það sé hægt að leysa allt sem upp á kemur þessu og verður bara mjög spennandi að sjá það sem frá þeim kemur og mun verða skemmtilegt í fjallinu. Þetta sé nú ekki frekar þetta en þetta ánægilegt og spennandi ekki var. Enginn vill ræða þetta frekar? Þessu stigi? Þá tillaga að bóka verði svohljóðandi lögð fram samantekt með áhersluatriðum gagnvart núverandi starfsemi landmannalaga sem taka þarf afstöðu til. Eftir gagnlegar umræður var gengið frá útfærslu þessara atriða sem vinnuhópurinn ásáttur að leggja til grundvallar í skipulagsvinnu. Þetta niðurstaðan í vinnuhópnum og það tillaga að sveitarstjórnin lýsi yfir ánægju með störf vinnuhópsins og þeim góða takti sem í skipulagsvinnu. Lagt fram til kynningarvinnu. Já, í raun og veru þetta ekki neinn ákvörðun þannig tiltekið þannig að upplýsa alla hvað í gangi og að fólk hafi tækifæri til þess að hafa skoðun á málinu eða hvað í raun og veru það. Þetta svo vel margur. Já, kannski bara, kannski ofvikið að segja gagnlegar umræður, því umræður náttúrulega voru, þið kynntu þetta fyrir okkur núna. Nei, þetta verið að vísa í vinnuhópinn. Ég las þetta eins og væri gagnlegar umræður innan sveitarstjórnar. Nei. Þetta bara sem sé bókun fólksins frá í gær. Ég skil þig, ekkert mál. Og það voru mjög fínar umræðan og þetta var hreinskiptin umræða og var svona almenn sátt, bara svo ég spurði svona, það var ekki mikill ágreiningur þessi atriði. Nei, og það bara það sem mjög ánægjulegt að aðilar frá umhverfisstofnun sé sátt við þessa þróun, þessa leið sem við erum að fara, þessa vegferð. Þannig að það auðvitað stóri vinningurinn í þessu að við erum öll að róa hvort með öðru. Þá það afgreitt lagt fram til kynningar. Liður 4. Framlög til framboða samkvæmt lögum nr. 162/2006. Það tillaga að framlög til framboða verði þau sömu og á síðasta kjörtímabili, samtals 360.000 á ári, en uppreiknuð miðað við neysluverðsvísitölu og greidd út árlega eins og lög gera ráð fyrir.
Byggðarráði falið að fara yfir hvort gera þurfi viðauka vegna þess. Hvað sem við ræðum þetta? Svo er ekki. Þeir sem ekki geta samþykkt þetta geði merki. Samþykkt samhljóða. Þá er það liður 5 sala íbúða við Giljatanga og lands úr Nefsholti 2. Ágúst, verður það ekki aðeins létt yfir þetta? Jó, ótviti, ég get gert það. Það var sem sé okkur var falið sveitarstjóra og formanni stjórnar húsakynni að koma með tillögur í þessu varðandi verð, og eftir að hafa farið vel yfir sviðið að þá fannst okkur bara eðlilegast að leggja það til að þessar reglur sem Rangárþing ytra hefur sett sér gildi bara fyrir þetta land líka. Það er að segja að það sé gert ráð fyrir því að það sé greitt 750.000 fast á lóð sem að sé þá svona kostnaður sem hefur fallið á vegna skipulagsmála og slíkt, og síðan 500.000 hektara. Og landið sem ræðir í Nefsholti 2 er 10,4 hektarar samkvæmt nákvæmum mælingum, og þetta gefur því 8,2 milljónir, og það er held ég að sé bara góð sátt þetta. Það ég kanna það hjá forsvarsfólki Ásarhrepps og eins náttúrulega húsakynni. Þannig að og líka ef maður bara skoðar svona markaðinn, þá er þetta bara alveg eðlilegt verð. Í raun og veru markaðsverð. Já. Orðið laust þetta. Engi hversu ljós. Það er tillaga að selja húsakynnum BS 10,4 hektar og landi Nefsholts 2. Söluverð 8.200.000. Hlunnindi eru undanskilin. Þeir sem ekki geta samþykkt þetta gefur merki. Samþykkt samhljóða. Áliður 6. Erindi vegna hlaupabrautar. Ágúst fór nú yfir þetta hér í upphafi fundaræðins. Það var þetta hitt atriði sem ég fór yfir. Já. Já. Þetta er skilt. Þetta er skilt, já. Já. Þetta er aðeins annað. Ágúst. Þetta var aðeins yfir þetta. Já. Gjör svo vel. Ég get gert það. Þetta er erindi frá stjórn íþróttafélagsins Skarps vegna hlaupabrautar, og það er spræki krakkar sem að æfa sig, og þetta snýst í stuttu máli það hvort það sé hægt að koma upp alvöru hlaupabraut, sem sé tartanbraut, beinnibraut á eða við Laugaland, þar sem að Garpur er með sínar höfuðstöðvar. Og það sem sé eins og segir hérna í þessu bréfi sem fylgir með að þá eru krakkarnir að æfa sig á við dálítið aðrar aðstæður heldur en eru síðan þá þegar komið út í keppnina. Þannig að þetta snýst það hvort að það verði skoða hvort að slíkt það sé hægt að koma slíku upp. Ég hef ekki kannað hvað það kostar eða neitt, en það er sem sé óskinn, og Íþróttafélagi Garpur tilbúið að koma að undirbúningi og framkvæmd ef að þessu verður. Þannig að ég legg nú bara til að ég held að vera rétt að Íþrótta- og tónlistarnefnd myndi fjalla málið. Bara ég skoða líka hvað höfum við nú þegar hjá sveitarfélaginu, er hægt að nýta eitthvað af því, ég veit ekki, samnýta eitthvað, eða hvort að það sé hægt að koma þessu upp á fleiri stöðum. Takk fyrir það. Orðið laust þetta. Margrét Thelma, gjörðu svo vel. Kannski bara, já, mér finnst líst bara vel á að reyna að finna einhverja leið til að koma upp svona braut hérna, og það væri þá bara líka tilvalið að það væri hægt að samnýta þetta, eins og við talum, að samnýta, jafnvel að fara með krakka annars staðar á sveitarfélaginu og þá geta æft hlaup þarna, alveg eins og bara annars staðar. Þannig að bara líst vel á að skoða þetta mál. Takk. Heiði. Svo
Svo ekki, það liggur fyrir tillaga að vísa málum til íþrótta- og tómstundanefndar til umfjöllunar og tillögugerðar. Þeir sem geta samið það gefmerki, það er samhljóða, ég var aðeins komin fram úr mér, nú vorum við komin að sparkvellinum. Allt er þetta á skeggiskilt tökunni. Eins og Ágúst fór yfir í upphafi fundar að stjórn Garps hvetur til þess að skipti verði hið fyrsta yfirborð á sparkvelli að Laugalandi í Holtum. Og það liggur fyrir tillaga sveitarfélagið í samstarfi við önnur sveitarfélög að leita framtíðar lausna varðandi yfirborð sparkvalla og meðal annars verið að skoða önnur efni en gúmmíkúl. Vandinn að leiðbeiningar ekki mjög glöggar hvað sé best að gera í þessum efnum en ljóst að verkefnið blasir við í flestum sveitarfélögum landsins. Sveitarstjórn tekur undir að hraða þessu eins og frekast kostur og felur sveitarstjóra í samráði við forstöðumann íþróttamannvirkja að leggja fram tillögur á næsta fundi byggðarráðs. Hálfðu lausnum þetta. Engin kveður sér ljós, Ágúst. Kannski bara östuð vegna þess að þetta bara allt að gera. Við fengum heilmiklu upplýsingar bara í morgun sko, það er svona hvað gæti verið í boði. Það er menn sem eru að sjá efni í svona sparkvelli eru á þönum við að sanda gögn í alla átti því það er allir að hugsa þetta. Og þannig að ég legg bara áherslu á það að við erum bara í samráði við aðra sem eru á fullu í þessu. Verkefnið brýnt, það er ekki nokkur vafi, það höfum við heyrt á umræðinni. Fleiri kveður sér ekki ljós, þeir sem geta samið þetta gefmerki, samhljóða, þá liður 8, ungmennaráð. Ágúst, sveitarstjóri. Aðeins við þetta. Já, mótviti unga fólkið okkar skiptir miklu máli og að reyna að virkja það til góðra verka og það er þannig að við sveitarfélagi hérna sem sé stofnaði til ungmennaráðs eins og vel flest sveitarfélög landsins. Það var nú gefin skýrsla út þetta 2012 minnir mig svona hvernig þetta hafði gengið fram að því og þá voru einhverjir tugir sveitarfélaga sem hafði komið þess á stað og maður sér maður fyrir að skoða svona starfsemina hér að þá var þetta svolítið kraftur í þessu fyrst til að byrja með en svo hefur svona eitthvað dalað. Núna þetta sjálfsagt eins og annað það þarf að halda lofti í þessu. En bara í ljósi þess hvað þetta er mikilvægur samfélagshópur ungmenni að þá held ég að væri ráð að við myndum að skoða hvort að þær aðferðir sem að voru settar af stað til þess að virkja unga fólki, hvort að þær virka nógu vel eða hvort það eru komnar einhverjar aðrar leiðir heldur en að halda fundi og eitthvað svona, ég veit það ekki og það eru til reglur og þær fylgja hérna með í fundagögnunum það eru skólarnir hérna, grunnskólarnir sem hafa skipað fulltrúa í þetta og hverju hausti og síðan sveitarstjórn hefur skipað fulltrúa líka sem er bara fín leið sko en það er spurning hvort að við getum ekki nýtt núna starfsfólk skrifstofu meðal annars til þess að aðeins að fara yfir þetta kortleggja þetta, heyra í öðrum og veita hvort við getum gert betur hreinlega. Það er nú bara hugmyndin. Akkurat. Þetta er gott málefni, ekki spurning. Einhverju fleiri, við ræðum þetta. Svo ekki, þá liggur fyrir tillaga líkt og hjá mörgum sveitarfélögum var stofnað til sérstaks ungmennaráðs hjá Rangárþingi Ytra fyrir nokkrum árum. Nú komin nokkur reynsla á starf slíkra ráða og mikilvægt að fara yfir hvort markmiðum hafi verið náð sem meðal annars að virkja ungt fólk til áhrifa. Tillaga að fela sveitarstjóra að afla upplýsinga um starfið, greina mögulega leiðir til frekari eflingar
og leggja fyrir næsta sveitarstjórnarfund. Þeir sem að geta samþykkt þetta gefumerki, samþykkt samhljóða, árliður 9. Fyrirspurnir og erindi frá álista 2016. Ingvi Karl. Já, hluti. Það hérna mikill uppgangur í sveitarfélaginu eins og víðar í samfélaginu og í Íslandi að hérna og fólk vill koma hér og byggja og flytja og annað slíkt og okkur langar svona til þess að athuga hvernig staðan á lóðamálum hér á okkar svæði og gaman að fá að vita hversu margar lóðir hafa verið úthlutað hér síðan 2014 og 2015 og eins ef að það hefur verið þá skilað inn einhvað af þeim lóðum og mann svona dettur í hug til dæmis ef maður að fara inn á ætlar að koma hérna að hvar getur maður fundið sko á heimasíðu sveitarfélagsins og hvort að þetta sé aðgengilegt þar og hvort var hægt að hafa lista á heimasíðunum þar sem að jafnvel væri hægt að sjá stöðu á þeim lóðum sem eru til úthlutunar innan sveitarfélagsins. En við erum með tvær svona spurningar sem sagt, hversu mörgum lóðum hefur verið úthlutað í Rangárþingi ytra á árunum 2014 og 2015 og númer 2 hefur einhverjum af þeim lóðum verið skilað og ef við myndum setja undir þetta fulltrúa listans. Takk fyrir það. Þetta er besta mál og þarf að vera í góðu gengi og þarf í raun og veru líka alltaf að vera með eitthvað áreiti og reyna að hvetja fólk til að koma til okkar og við gerðum nú í því sambandi fyrir ekki löngu síðan að þá samþykktum við árið 2014 held ég að lækka tímabundið gatnagerðargjöld og það kom örlítil eftirspurn við það en auðvitað hefði maður viljað sjá meiri eftirspurn og meira líf og það er mjög gott að fara yfir þetta og eiga þessa lista bara að klára hvað er til á lóðum og akkúrat hver hreyfingin er og fara yfir það hvað við getum gert í þessu sambandi til að laða til okkur fólk og fyrirtæki. Fleiri sem vilja kveða þessi ljós? Svo er ekki? Kannski eitt fyrir ekki. Það er ekki að bara gera svo vel? Það er náttúrulega mjög mikilvægt og sérstaklega kannski hérna á miðbæjarsvæðinu að eftirfylgnin sé góð. Það er náttúrulega að vita kannski ákveðin slaka ef að framkvæmdir eru eða undirbúningur er í gangi, undirbúningur framkvæmdir er í gangi, en það skiptir samt máli að þetta sé svona eftirfylgnin sé góð á að þetta hafi allt réttan takt. Því að þetta eru verðmætalúðir hérna á miðbæjarsvæðinu. Þannig að þetta er bara að koma því að. Tek undir það að þær eru til að byggja á þeim, ekki til að geyma þær. Fleiri hafa ekki hvað sér ljós. Það er tillaga að fela sveitarstjóra að taka saman svör við þessum spurningum og leggja fyrir næsta sveitarstjórnarfund. Þeir sem geta samið það gefumerki, samþykkt samhljóða. 10 til umsagnar frá Alþingi, 275. mál lagt fram til kynningar, 11 til umsagnar frá Alþingi, 32. mál til kynningar, 12 liður náttúrulaugar og flokkun þeirra. Tillaga er að vísa erindinu til atvinnu- og menningarmála nefndar til umfjöllunar. Þeir sem getur sagt samþykkt það, vill einhver hvað þessi ljósa þetta, svo er ekki þeir sem geta samþykkt það gefumerki, samþykkt samhljóða. Þá er það liður 13, Bergrisinn BS, 17. stjórnarfundur, lagt fram til kynningar,
Ég nippið í mig ef að þið viljið ræða eitthvað að þessum liðum. 14. Félagsmálanefnd 31. fundur, lagt fram til kynningar. 15. Vatnsveitar Rangárþings Sytra og Ásarhrepps 41. fundur, lagt fram til kynningar. 16. Lundur 21. stjórnarfundur, lagt fram til kynningar. Þetta eru fundagerðir 20. og 21. Það eru 2 fundagerðir inn í þessum. Bara þið vitið af því. Já, það er rétt. Það er rétt, það eru 2. Ágúst Skjörsvöld. Já, ótrúlega því að ástæðan fyrir því við tókum þessi 20. fund fyrir á síðasta fundi til kynningar. Já, ok. En svo kom þetta bara svona. Já, Það báðar er núna bara í því einu. skannað báðar í einu og það er alveg rétt aðtöðum. En ég tekkaði á því, við vorum búin að... Gott. Þessi fyrsta er formulega tilkynning. Já. Takk fyrir það. Þá er liður 17. SSKS, stjórnarfundur, 19.02.2016, tilkynningar. 18. Samband íslenskra sveitarfélaga, 830.50, stjórnarfundur, lagt fram til kynningar. 19. Samband íslenskra sveitarfélaga, 837. stjórnarfundur, lagt fram til kynningar. 20. Styrktarsjóður Eignarhaldsfélags Spunabótafélags Íslands 2016, lagt fram til kynningar. 21. Landsting Sambands íslenskra sveitarfélaga 2016, lagt fram til kynningar. Þá er dagskráin tæmd og með því slíti ég fundi klukkan 16:00 eftir undirritun fundargerðar. Takk okkur fyrir góðan fund.